Nú ætti ég heldur betur að venda kvæðið minni kross og bara rétt aðeins varpa fram spurningum hvernig horfir þetta við, hvernig horfir framtíðin við. Hérna sjáum við hlutfallsleg svör við spurningu sem ég hef borið fram nánast algjörlega eins í meira en 40 ár í sjökönnunum og spurningina þessi, lestu blað daglega eða næstum daglega. Eða sem þau merkja við, les blað daglega næstum daglega. 90%, 9 hverjum 10-15 ára krakkar gerðu þetta fyrir 40 árum, síðan bara sígur þetta niður og nú þetta komið niður fyrir 5. Með öðrum orðum, dagblöðin eru að eftir öllum sólarmerkjum að dæma, þá eru dagblöðin á hlöðundanhaldi og það er bara spurning hvort gerist fyrr að tæknin leiði til þess að þau geti horfið bara þess vegna, sem við verðum bara komin með þau í svona skjá sem við getum bara opnað svona eins og blaðið, eða hvort að blöðin deyja fyrst og koma svo á skjáin einhvern tíma seinna. En þetta er ekki gerast á morgun, gleymum því. Það á eftir að stofna ný dagblöð, ný fréttablöð, við getum alveg verið viss það. Má ég aðeins í akkúrat þetta vegna því framhaldsskólakennari og ég hef tekið svona tjekk á framhaldsskólanum mínum og mér finnst þetta vera að aukast núna eftir hrun, mér finnst vera að hægja á því að þau séu ekki að lesa, en þau eru ekki að lesa fréttir. Það eru dægurmálin sem eru að fá meiri sess í þetta, kannski dauðafræðarnar, dægurmálin og fræðafólki sem eru að fá aukinn sess í dagblöð. Já, þetta er svona mótleikur blaðana. Já, ég er alveg sammála því. Og við spurðum líka þessum könnunum, þá spurðum við hvað lesið í blöðunum og það kemur heim með það sem þú ert að segja. Og það líka vegna þess eftir hrun, þá krakkarnir ekki eins mikið með fartölu eins og áður. Það er að minnka fartölu aukning hjá unglingunum, hjá okkur í skólanum. Ég get hvorki, þetta er bara nýtt fyrir mér og mjög forvitnilegt. Og auðvitað er það ekki ósennileg saga. Gott og vel, hérna er önnur tafla ósennileg. Áttu við sem að lesa það á netinu eða blaðið sjálf? Nei, þetta er blaðið sjálf. Já, góð spurning. Ég er að tala þau á pappi. Við erum ekki að tala, síðan er hvað við gerum á netinu er annan mál. Þau eru ekki að yfirgefa lesefni endilega. Þau eru bara að yfirgefa blöðin með gammalega. Og hérna þetta er mjög sérkennlega og þetta er svona tala sem að kosta til flatt upp á mig þegar ég gerði síðustu könnun, sjáu því. 1968 var það nánast óþekkt hugmynd að setja einni sjónvarpsleik. Sjónvarpið er í gangi í besta herbergi hússins, allir röðu sér í kringu það og sátu það saman og horfðu á sjónvarpið. Annað kom ekki til greina. 1979 er áfram sama ástand. Eitt sjónvarpstæki á flestum heimilum svona stórum dráttum, en þetta er maður ræðan að meina stöð til að horfa á. Strax 1985 er þetta farið að breytast. Jafnvel þó við séum ekki komin með fleiri stöðvar, en þá eru myndbandstækin komin, þannig að það gæti verið tilefni til þess að fleiri en eitt sjónvarpstæki. Og þá kemur líka ljós að það hækkar hlutfall þeirra sem segja að horfa ein á sjónvarp. Ein. 91 hækkar það lítillega, 97 er þetta orðið stórstígara, 2003 er þetta bara verða næstum að segja ríkjandi ástand. Að börnin 10-15 ára krakkar, þau eru ein að horfa á sjónvarp. Ein. Af hverju? Jú, af því að það eru ótal stöðvar, það eru myndbands og diskagræjur, þau hafa forsendur sem þau höfðu ekki áratugum áður til þess að vera einu ára á sjónvarp. Sjónvarpið er búið að gjörbreyta hlutverki lífi þjóðarinnar. Frá því að vera sameinandi, þó að það væri nú kannski ekki merkilegt sem að fólk var að gera, með kengi bara hálfsofandi hverju til í öðrum, þá voru þau þá saman í sófanum og horfðu á vitleysunni í sjónvarpinu. 2003 er þetta úr sögunni. Það var sjónvarpsnotkun, fyrir 1000 árum, fyrir 500 árum og jafnvel fyrir 200-300 árum, þá var bóklestur félagsleg athöfn. Bókin var lesin, það var rauninni dónaskapur að lesa ekki upp á. Ef maður hafði tíma til að lesa bók, þá átti maður að lesa upp á. Þess að aðrir fengi að njóta þess með maður. Svo er náttúrulega með auknu læsi og auknum frístundum og svoleiðis og aukin útgáfu bókla breyttist þetta. Bóklestur breyttist úr samfélagsathöfn í það eru einstaklingsathöfn. Einn með bók frálítið. Einn með bók frálítið.
árið 1200, einn með bók, ósendið. En núna sem sagt, þá það jafn fáránlegt, ég meina, hafið þið prófað að lesa eitthvað fyrir eitthvað nánustu? Hættu þessu, ég ekki annað, ég ekki verið tröflum. Ég lendi alltaf í þessu. Maður finnur eitthvað forvillegt í bók sem heyrðu. Ég var ekki annað. Alveg öðvitað þessum áður var. Útvarpsnotkun var samfélagsathöfn, félagslega athöfn, hún það ekki lengur. Núna rústatækinu á heiminu eru fleiri en herberginni, fleiri en íbúar. Þannig að það bara hverfið sitt útvarpstæki. Sjónvarpið var að fara sömu leið. En svo gerist þetta 2009 sem að ég get bara reynt að túlka það. Ég ekki alveg viss að ég hef rétta skilning á því sem að gerast. En ég hef stuðning í þessu hér, sjáðu, með foreldrum, 90, 52, 39, 30, 23, 17. Foreldrarnir, það að horfa á sjónvarp foreldrum fylgir þessari beinu línu niður á við. Það ekkert að gerast þar. Það að heldur áfram að minnka. Félagslega athöfnin sjónvarpsnotkun að hverfa. Það þarf ekki þetta. En það að sitja einn og horfa á sjón, það eins og það sé líka að hverfa. Hvað þýðir það? Ég held að þetta þýðir að þau séu bara að gera svo mikið annað. Það eru bara aðrir hluti, þau eru í tölvunni, fyrst og fremst. Tölva að taka við af sjónvarpi. Þannig að hérna held ég að við sem erum að gera þessar kannanir höfum notuð mjög merkilega hlut, en við erum ekki búin að algjörlega fóta okkur á því. Ef maður finnur eitthvað sem maður á von á, þá er maður ekki neinu vandrum að segja útskýra. Svo allt í einu finnur maður eitthvað nýtt, sem náttúrulega fræðimaðurinn á að gleðja fræðimanninn, ekkert skemmtur en að finna eitthvað nýtt og óvænt. En það skapar bara vandamál. Skotin sjálf, nú er ég bara að skýra eitthvað nýtt. Nú dugur ekki gömlu skýringar, skrifa vel í bækurnar eitthvað nýtt. Og svo hérna, þetta nú, ég ætla ekki að staldra lengi við þetta, ég er bara svo gaman á þessu sjálf, ég langar bara aðeins til að sýna ykkur þetta. Hvernig með bóklesturinn? Bóklesturinn lesið bara neðstu línuna. Heildarfjöldi þessara sömu ungmenna í þessum sömu könnunum. 79, 85 lásuðu rúmlega 4 bækur að jafnaði, 91 var að koma niður fyrir 3, 97 næstu því 1, 2003 var það hrunnið niður fyrir 2 bækur, 2009 er það á uppleið. Kannski er þetta Harry Potter? Ég veit ekki. Ég er ansi farið því að sjá að strákar og stelpur fylgja, stelpur lesa alltaf meira strákarnir, þetta fylgist alltaf að. En sem sagt hérna, milli 2003 og 2009 fara strákarnir úr 1,5 bók upp í 2 og stelpurnar úr rúmlega 2 upp í 2,5. Og svo bara hérna loka, bara til áminningar fyrir okkur það. Ef þú borgar ekki fyrir það, þá ert ekki viðskiptvinur. Þú ert söluvaran. Svona bara samt umhugsunar fyrir okkur að allir fjölmiðlar nánast meira sem ríkisútvarpið eru háðir auglýsingum. Hver er það sem borgar fyrir fréttablaðið? Hver er það sem borgar fyrir bókstaflega allar amerískar sjónvarpsstöðvar? Auglýsingar. Af hverju óskupin ætti auglýsingar að vera að borga fyrir þess að við getum átt að sjá? Jú, þeir eru að kaupa okkur. Það geta að segja sem svo að annar grísin segir við hinn, er þetta ekki alveg stórkostlegt? Við þurfum ekkert að borga fyrir Stína. Já, og maturinn ákveður. Gaman að vera grís.